Kennari? Að ég var að borða í öllu viðtalinu. Já. Þegar að japla ykkur. Það er dómulegt. Það er samt að vera með þetta ef það kemur. Já. Ok, ég heiti Grétar Mar Sigurðsson og er 28 ára núna bráðum. Ég ólst upp í Breiðholti og gekk þar í Hólabergsskóla og síðan Fjölbrautaskólann í Breiðholti á listnámsbraut. Og síðan fór ég í Listaháskóla Íslands í myndlist. Háskólagráð í myndlist. Já. Eina háskólagráð. Já, ég myndi segja ég væri tónlistarmaður og myndlistarmaður. Og stundum er ég jafnvel dansari líka. Stundum er ég líka leikari. Kannski leikstjóri, ég veit það ekki. Ef við tölum svona genre eða þannig, þá er ég náttúrulega að gera poptónlist núna. Ef við tölum um, þú veist, hvaða stíl, þú veist, ég veit ekki, ég held ég noti svolítið mikið svona spuna. Og svona reynir svolítið að bara nota það sem gerist í augnablikinu. Frá því ég útskrifaðist er í rauninni allt annað en ég var að gera áður en ég útskrifaðist. Áður en ég útskrifaðist var ég að spila mikið af svona við kallum það off-skinina rock. Svona psychedelic rock eins og það væri á ensku. Þá var ég mikið að mála líka. En síðan fór ég í skólann og þá ákvað ég bara svona að reyna að þjálfa mig í einhverju sem ég hef aldrei þjálfað mig og vera góður í mörgu heldur en frekar en að vera mjög góður í einhverju einu. Þannig að ég ákvað að fara að gera meira af vídeólistverkum og síðan að ég útskrifaðist er ég búinn að gera rosalega mikið af einhverju sem ég aldrei pröfað áður, sem er mjög gaman. Eins og til dæmis að syngja í kór til dæmis. Það er mjög áhugavert. Og já, þannig að maður er búinn að, þú veist, maður er bæði búinn að halda tónleika og gjörninga og taka þátt í leiksýningum og svo er maður náttúrulega mest megnis kannski í tónlist þegar maður er að reyna að láta það vera sitt lifibrauð sko, í bili. Sko, ég allavega hef mjög gaman að því bara að gera eitthvað nýtt og einu sinni var það kannski pólitík, þú veist, eða hafa taka pólitíska afstöðu til einhvers. Kannski var það, þú veist, trúarlegt að taka trúarlega afstöðu. Og núna, ég veit ekki alveg hvað það er núna, sko. Núna er ég bara að pröfa eitthvað nýtt. Það er kannski svona minn drifkraftur núna. Nú er ég orðinn brjálaður, sko. Það dansaði enginn við vangalagið. Það er eitt lag eftir og nú er sko eins gott að fólk fara að dansa sko. Nú er eins gott að fólk komi hérna og fara að dansa. Það má ekki dansa þann aftast, það verður að dansa hérna, ok? Fyrirgefið. Þetta er síðasta lagið. Verðið að dansa, verður að dansa og ég ætla að gefa verðlaun eftir þetta lag. Ég lofa. Já, nú er ég með hljómsveit sem heitir Quest. Við kallum okkur Quest og við ætlum að reyna að búa til eitthvað aðeins meira en bara hljómsveit og reyna svona að teygja ramman hvað það þýðir að vera í hljómsveit. Til dæmis eins og, þú veist, allt þetta leikrit sem maður þarf að spila sem tónlistarmaður. Maður þarf að þakka áhorfendum fyrir þegar eftir hvert lag, tilkynna næsta lag, kannski segja einhverja litla sögu það lag og síðan spila maður lagið og svo endurtekur þetta sig. Bara þetta þetta var einhver kannski tilraun til að reyna að brjóta upp það form. Kannski gera eitthvað annað milli laga og kannski gera eitthvað annað í lögunum heldur en maður kannski vanur og kannski maður manni fannst þægilegt. Kannski reyna að gera eitthvað sem maður fannst kannski pínu þægilegt til þess að athuga hvað kemur út því. En kannski ástæðan fyrir ég valdi tónlist umfram myndlist eða leiklist eða það er kannski svo aðgengilegur miðill. Það er hægt að láta svo marga vita af tónlist. Það eru allir alltaf með eitthvað í eyrunum
það erfitt að horfa á heila leiksýningu í strætó. Það hægt að hlusta nokkuð lög, sko. En svo já, það náttúrulega bara, það held ég eina ástæðan fyrir að maður reyna að láta það virka, sko. Það er bara auðvelt, auðmeltanlegt, þó að maður reyna að gera kannski tónlist sem byggð á einhverjum aðeins flóknari pælingum, vonandi. Eða kannski á maður að fara að gera bara eitthvað mjög einfalt. Það kannski líka ein tilraunin sem þetta Quest batterí snýst núna. Þegar maður hefur tekið þátt í mörgum verkefnum og maður hefur einhvern veginn verið kannski með ákveðin svona ákveðin gildi sem að koma kannski í veg fyrir það að maður geti mikið verið að lifa á tónlistinni sinni. Maður þarf svolítið að vera svolítið, held ég, athyglisjúkur og vera svolítið, ekki bara, ég held að allir listamenn hafa trú á listinni sinni, annars verður þeir ekki að framkvæma hana, en ég held að það líður mörgum óþægilega með að reyna að selja hana eða reyna svona pranga sínum heimi upp á einhvern annan, sko. Sérstaklega reyna að fá borga fyrir það. Ég held að listamenn bara sérstaklega myndlistamenn en líka tónlistarfólk því að stundum var maður bara að spila fyrir kannski 1 bjór á barnum, sko. Það er alveg glötuð pæling, sko. Þannig að maður er svona að reyna að pröfa hvað maður þarf að ganga langt til þess að lifa á listinni. Ég myndi segja að minn smekkur, það sem mér finnst fallegt, en líka, sko, já það er svo, já þetta er svo erfið spurning, sko. Ég trúi vissulega að það sé, því að það er einhver fyrirfram ákveðin sköpun, alveg klárlega í gangi. Það er, heilög geometría og það er einhver ákveðin gullinsnið og það er einhver ákveðin formúla sem að láta hlutina ganga upp, bara rétt eins og stærðfræðiformúla lætur einhverjar vísindatilraunir ganga betur upp en aðrar, sko. En ég samt ekki að, mér finnst ekki, og þar kemur svona hugtakið fegurð eða fullkomnun í ljós og mér finnst það mjög erfitt að útiloka allt sem sem ljótt eða ófagurt eða ófullkomið, vegna þess að það einhver ákveðin hluti af veginum í átt að fullkomnun, sko. Maður þarf að gera mistök til þess að ná svona ákveðnum árangri, sko. Og þannig að mér finnst fegurðin skipta miklu máli því að það er vissulega eitthvað kannski takmark, en síðan eru margir sem að finnst kannski eitthvað sem mér finnst ekki fallegt og öfugt, sko. Þannig að ef það væri ekki fegurðin, sko, þá væri maður kannski ekki að þessu, sko. Mér finnst það bara, ég er mjög stoltur að því ég er mjög svona, já, ég er mjög stoltur að því að allan að tilheyra þessum fámenna en mjög svo öfluga hóp. Eða það ef maður kannski horfir á 300.000 manna fylki í Bandaríkjunum og fer svona að taka prósentu af þeim listamönnum og tónlistarfólki og leikurum og skáldum og öllu því, sko, þá erum við að standa okkur mjög vel, sko. En á móti kemur það er þá meiri framleiðsla og kannski ekki nóg eftirspurn, þannig að það eru kannski allir að berjast sama bitann á kökunni. Ég veit það ekki, sko. Það var nú að lenda loftsteinn á plánetunni jörð eftir rúman mánuð, þannig að 10 ár er ég kannski bara orðinn að reiki, sko. Nei, svo væri gaman ef maður geti lifað á listinni, sko, á listsköpuninni. En hvar ég sé hana eftir 10 ár veit ég ekki alveg, sko. Getur vel verið að ég sé bara hættur að gera list og kominn einhvers staðar til útlanda og farin að rækta matjurtir.